hvort þau að byrja á veganismanum eða kommentunum út í að. Nei, mér ertu að koma með góðan punkt núna. Við erum að tala um fólk sem að, fólk sem að lætur leiðileg orð falla á netinu þá sem það þekkir ekki. Þetta sé svo bara barnið þetta að taka brjálæðiskast. Það er góða punktur. Þetta er svolítið þannig. Og ef þú horfir á það bara þannig að einhver drullar yfir það á netinu og þá veistu í raun bara að það er eitthvað að hjá þeirri mannesku. Það er eitthvað ekki að resonata, skilur, manneski sem er bara full FM, hún gerir ekki svona. Og það er einmitt, eins og ég var að segja, bara sama eins og með barni. Þú átt kannski 5 ára gamalt barn sem bara tekur brjálæðiskast og segir bara, ég hata þig, þú ert verstur í heiminum, bara þú ert aumingi. Þú veist alveg að barnið þitt meinar þetta ekki. Það er eitthvað að þarna. Maður hefur hugsað bara svona by definition, svo ég sletti, sko. Þeir sem eru að gera góða hluti í lífinu og gengur vel og eru glaðir og hamingjusamir, þeir eru ekki í þessu, sko. Nei. Þeir bara eru ekki í þessu. Þannig að þú ert, minnst það svo áhugavert einhvern veginn, þú ert svo innilega að auglýsa, sko, náttúrulega veikindi eru stórt orð, en þú ert að auglýsa þín eigin veikindi með því að vera trekk að ráðast á fólk sem þú þekkir ekki á internetinu. Þú veist, þetta er veik hegðun, sko. Já, algjörlega. Þetta er eitthvað mjög mikið í gangi. Já. En veganismin, mér langaði að spyrja þess að það, því það er svona, það kom tímabil þarna, fyrirverandi kærasta mín vegan, ég var með henni í kringum 2011-12 og þá var þetta svolítið þannig að hún vildi bara vera látin í friði og það var alltaf verið að djöflast í henni fáðu hamborgara og eitthvað svona svo kom svolítið tímabil það sem að manni fannst kannski eins og fólk sem væri vegan svona næði svolítið vopnum sínum og það kom svona ákveðin hópur af veganfólkinu fór að skamma fólk fyrir að vera að borða kjöt svo finnst mann einhvern veginn eins og þetta sé kannski vonandi núna að komast á þann stað að bara hver og einn gerir það sem hann vil. Já, ég byrja sem vegan, verð vegan 2016-17 eða eitthvað slags. Þannig að þetta er alveg komin okkur mörg ár. Og þetta er búið að gangi gegnum svona smá bylgjur og svona á því tímabili sem ég byrja, stutt eftir að ég byrja, þá fer þetta svona svakalega mikið á flug. Það kemur út þarna game changers og þetta verður svona mikið umtal heilsufars kosti veganismans og þá fannst mér fullt af fólki einhvern veginn svona stökkva á vagnin sko og svona venjulegt fólkina gæsalapa var svolítið forvitið og var svona eitthvað, þú veist, getur þið hjálpað mér að fá stinningu og eitthvað svona og þá allt í einu var það svona eitthvað Ég man eftir, var þetta ekki fyrir svona 5-6 árum? Já, svona 6 árum, eitthvað sliðis og þá allt í einu fannst fólk þetta spennandi sko svo datt þetta svolítið niður fekk svolítið heit á tímabili alveg svolítið mikið einhvern veginn og svo núna, finnst mér þetta svolítið svona kannski, ég veit ekki hvort ég nota orðið staðina þetta er bara svona einhvern veginn smá flatline En þú ert bara full on vegan og búin að vera það í Ég er búin að vera það, síðan 2016-17 cirka og bara fekk mér bara síðasta bitan af steik og hef ekki smakkað kjöt síðan sko Hvað var það? Kona mín er næringar matvælafræðingur. Þegar hún var í master í matvælafræði, þá var hann að fara í svona heimsóknir í sláturhús. Og það var bara no turning back. Og ég var sko á þeim tíma, var ég sko á Spons hjá Spírunni og var bara í steikahlaðborði alla föstudag og eitthvað svona. Þú veist, ég var alveg þar. Hún var meira svona, hafði aldrei verið hrifin af kjöti. Svo kom hún bara heim eftir þessa heimsóknarferð þarna í svínasláturhús og sagði, mun aldrei borða kjöt aftur. Og ég tók eitthvað svona smá pirringskast, þú veist, í 1 mánuð og skildi ekkert í þessu, en svo bara eftir ég opnaði augun með þetta, þá var ég ekkert snúið tilbaka, sko. Ég er nefnilega mitt, ég ber mikla virðingu fyrir fólki sem að ákveður að borða ekki dýraafurðir bara út af þessu, sko. Ég sjálfur gerði, einmitt það áhugavert að segja þetta, ég gerði heimildaþætti sem sagt, matvæla iðnað, sko, svona, hvað kallast þetta, svona versmiðu framleiðslu og það hefur verið 2014 það var einmitt tímabil þar sem að ég varð vegan í smá tíma og ég snerti ekki svínakjöt nema bara eitthvað, þú veist, eina sniða beikoni eftir einmitt að hafa farið í sláturhús, þetta var og bara svínastíðurnar, þetta var bara ekki fallegt og kjúklingurinn var líka, þú veist, þetta tvennt, þú veist, en svo hef ég alveg fært mig í að, þú veist, ég er alveg borðalveg steikur og lamb og svona, en þetta tvennt, sko, það var bara pínu erfitt fyrir mig einhvern veginn að horfa tilbaka, sko. Já, ég tók alveg tímabil þar sem ég var alveg bara die hard og veganisti og svona smá aktivismi í mér og eitthvað svona, og ég reyndi alveg. Og ég fekk smá svona síðan ógið á því, af því að þetta er bara einhvern veginn, þú veist, þetta er ekki mataræði. Þú veist, þetta er í raun, sko, mættilega bara frekar horfa á þetta sem trúarbrögð, eða trú.
og þú ert með eitthvað svona ákveðin, alltaf þeir sem endast í þessu eru með eitthvað svona ákveðin trú, ákveðin vision og þú pushar því ekki á neitt, bara alveg eins og enginn að fara að pusha, fáir að fara að pusha einhverju, þú veist, einhverju kristilegu dæmi upp á þig eða eitthvað þannig að ég tók miklu meira bara þann pólinn að ég ætla bara að lifa ákveðin lífstíl og það er bara minn lífstíl og ég ekkert lengur eitthvað að leibela mig sem eitt eða neitt. Mér finnst rosalega óþægilegt að vera eitthvað að leibela mig. Og ég var með, þú veist, í bæjónu mínu á Instagram bara vegan, skilur, og þú veist, ég tók bara út, þú veist, það bara, ég bara eins og ég borða það sem ég borða og happens to be að ég borða ekki dýraverðir. Og ég hef alveg tekið, þú veist, debateinu í hausnum á mér, hvort ég gæti bara snúið tilbaka. Þú veist, gæti ég bara, þú veist, því að eins og versmiðu framleiðsla og allt það, þetta viðbjör. Og ég mun aldrei nokkuð tíma borða eitthvað sem þú veist, það sem komið svona fram með dýrin. En ég hef alveg tekið pælingar bara, ok, hvað ef ég myndi fara bara veiða sjálfur dýrið, skilur, og þetta væri bara svona serimóni og athöfn og ég ætla að borða þetta á eitthvað. En þegar allt á botninni kolt, þá bara hreinlega veit ég ekki hvort ég geti tekið kjötbita og stungjónum upp mig, af því mér finnst það svo ógeðsleg tilhugsun. Eftir svona langan tíma. Það bara basically væri það sami, ég myndi bara bíta chunk úr höndin á mig, sko. Gæti ég það? Þetta sko að því mér er tvennt ólíkt hvað ert að gera þetta eins og þú ert að lýsa út frá bara maður segir bara svona ethical og nánast svona siðfræði trúar pælingum eða þetta bara fyrir heilsu sko af því að það held ég svolítið svona erfitt að debeita það ef þú myndir fá þér sko vilda dýraafurð sem að bíta gras í náttúrunni, þá alveg hollustu ávinningur af því, en svo allt annað hvort að það sé bara, ég vil þetta ekki. Það áhugavert að segja þetta með trúna, því ég var að hlusta á podcast fyrir ekki svo löngu náunga sem hann alveg upp, hann heitir Aron Abgi, hann alveg uppi prestsonur og mjög mikla trú og hann þurfti í raun og vera að fara alla leiði að uppgötva að þetta væri heila þvottur til þess að fara síðan, þá fór hann alveg í hina áttina og svo hann núna komin aftur að bara Jesú og hann alveg liggur yfir ótrúlega flottu gaur og hann á það sem hann kallar sko the Jesus diet og hann segir að Jesús hafi talað ættum ekki að borða okkar bræður og systur en það væri í lagi að borða afurðir sem kæmu af dýrum eins og sko hrámjólk og egg og hann vil meina bara að þetta hafi verið bara heilsufarslega sko bara það besta sem hann hafi gert fyrir sig og borða bara plant-based diet og svo egg og hrámjólk og það bara áhugaverð pælinga því við erum alltaf líka í mataræðin erum alltaf að tala ef maður segir sko það physical body, emotional body og spiritual body og við erum alltaf að tala hitaeiningar, prótein, þetta alltaf að tala bara the physical body, en hvað með the spiritual body, sem þú veist, ég finna alveg fyrir mig að ef ég létti mataræðið mitt mikið og er mest að borða plöntur og ávexti, þá eins og sko the spiritual body sé að segja já takk, skilur, þetta er ekki þungt, þetta er ekki svona það veist, ef maður vill bara einhvern veginn komast í tengingu við sitt æðra sjálf, þá finnst mér ofta að ná því best þegar ég á mjög léttu mataræði. Já, algjörlega, og ég held að við eigum alveg rosalega mikið inni bara í þessum fræðum þegar kemur að mataræði annað en bara þessi vísindin, skilur við. Þú veist, vissulega bara kaloría og þetta er mæleining á hita og eitthvað svoleiðis, en sko, það ekkert, ég hugsa að sé engin svona fræðigrein eða vísindasvið sem jafn mikið bara debatable og bara hver og einn, bara einhver jót í bæ, bara getur bara pikkað upp einhver titil og verið bara næringarþerapisti og hann bara orðinn bara meistari í þessu og hann ætla bara að fara að selja þetta. Þú veist, það gerir enginn svoleiðis með neina aðra vísindagrein. Þú veist, það enginn, þú veist, ég get ekki kallað mig bara einhvern starffræði þerapista og ætla að fara að kenna þér einhver ákveðnar formúli í starffræði, ég veit ekki neitt starffræði. En bara ef ég trúi nógu mikið, að þá get ég bara selt þér að einhverja formúlur séu þetta, hitt og þetta og útkoma séu þetta, bara því ég trúi. En þú veist, þetta bara, þú veist, þetta svo skrítið hvað þetta miklu, þetta konsepti bara næringafræðin og allt í kringum mat og allt það, þetta miklu, miklu meira en einhver vísindi, sko. Ég heyri þú örugglega búin að tala mikið konuna um þetta, að ein pæling líka sem mér svo áhugaverð sko, við göngum alltaf út frá því í öllu þessu, þú veist, talandi rannsóknir, þú veist, hvað rannsókn? Rannsókn eitthvað sem að við skoðum yfir hópa fólki yfir ákveðið tíma og við tökum eitthvað meðaltal. En Sölvi, þú veist, þá bara, þetta gott og þetta slæmt, en sko Sölvi 2025 vill kannski bara borða eitthvað annað en Sölvi 2018
og Sölvi 2025 ekki bara það sama á Árni 2025 þannig á endanum vill maður vera sérfræðingur í sinni eigin, bara hvað líka með minn að segja þegar ég læti honum í flókin kolvetni, hvað segir líka með minn þegar ég læti honum í þetta, og ef að líka minn segir já þá þetta líklega gott fyrir mann sko. Algjörlega. Það verða sérfræðingur í sinni eigin heilsu sko. Já, og sko kona mín náttúrulega eins og ég sagði það, næringar og matvælafræðingur og vann bara sem hefur unnið sem geðastjóri hjá nokkur fyrirtækjum og var líka með næringarnámskeið og var að kenna þetta og við vorum saman með næringarnámskeið sem voru svona eins og hálfgerð grunnnámskeið í næringarfræði. Þetta var ekki verið að taka fólk og segja, þú veist, borðaðu 2500 kaloríur, vikta þetta svona, heldur það að vera að kenna fólki svolítið bara næringarfræði, bara hvað prótein, hvað kolvetni, hvað fita, hvað áhrif hefur á líkamæn. Þannig að hver og einn getur svolítið fundið út bara sitt diet, bara hvað virkar fyrir þig, af því þetta bara svo rosalega margbreytilegt. Og, þú veist, kaloría versus kaloría, þú veist, bara 1 kaloría af hnetum sama og 1 kaloría af sykri eða nammi eða eitthvað skilur, þetta bara mæleining. En bara hvað virkar fyrir þig og þinn líkama bara einhvern veginn svo rosalega uník og hún sjálf, og annars ég ætla ekki að fara að tala fyrir hana þannig sé, en hún svolítið farið svolítið frá þessu rosalega fasta rannsóknarkonsepti, þú veist, rannsóknir sína þetta og segja þetta, að þetta bara svo miklu flóknar en það. Miklu flóknar, út af því að þú veist, svo getur við verið með, þú veist, að eitthvað að jafna þig gott fyrir fólk, en svo eins og við þekkjum, við kannski tölum aðeins það eftir, að þú ert búin að vera keyra ítrekað á vegg í streitu og kortisólið kannski steik, þá eitthvað ekki gott fyrir því sem að væri gott ef að þú værir á allt öðrum stað með það, skilur, þannig að á endanum finnst mér þetta svo vera, maður verður að vera í endalausri hlustun á eigin líkama, bara alveg svo með hvort sem að það eru æfingar eða kölduböðin eða eitthvað, skilur, það er kannski frábært fyrir það að fara í kaldan pott ef þú ert vel hvíldur og góður stuði en ekki ef þú ert að koma úr 3 tíma svefn, sko. Nei, nákvæmlega. Þá bara vill ónæmiskerfið ekki meira álag. Þannig að ég veit ekki, veist einhvern veginn, þú veist, nú ert þú náttúrulega búin að vera í heilsu lengi og náttúrulega langt komin í crossfitinu á sínum tíma, ekki? Jú, ég var í crossfitinu alveg einhver 12 ár. Hvað ertu stattu núna? Með bara, þú veist, bara heilsu, við erum náttúrulega búin að tala um næringu, en bara, þú veist, uppbyggingu, hvað gott fyrir þig og allt þetta. Já, ég, sem sagt, eftir COVID þá bara stimplaði mig alveg út úr crossfit, ég fekk eitthvað svona hjartavesen, komst aldrei almennilega tilbaka, það var 2019, þá var ég ennþá bara að keppa, þú veist, þá var ég ennþá bara á hápunkti ferilsins þannig séð og var að keppti á einhverjum regionals mótum og svoleiðis. Það sló mig alveg út, tók nokkur ár bara í pásu, fór í golf og tennis og var þá mjög stór í crossfitinu, hætti því alveg, tók smá off-tímabil og hef síðan þá bara svolítið verið svona að finna mig í bara svona hefðbundinni vaxtarækt eða bodybuilding eða globo gym, hvað sem þú kallar það. Að æfa í world class og svolítið svona bara að finna mig þar. Hvað maður langar að gera. Hvað með þeim í þetta, ég sá það var bara frekar nýlega því við ákváðum þegar við vorum að spjalla saman fyrir þáttina að vera einlægir og reyna að gera eitthvað gagn og þetta með svona, sérstaklega með kallmenn. Hann var hjá mér fyrir ekkert svo lungan Bergur Vilhjálmsson sem núna labbi yfir landið. Já. Og mér finnst það svo geggjað einhvern veginn bara, þú veist, einlægnin í honum, sko. Og einmitt þetta með að, þú veist, þetta hljómar svo klísja. Og maður sjálfur kannski, þú veist, búin að vera rosa opinn en leið og maður dettur í eitthvað far að maður niðri. Þá maður bara byrði á alla og maður, það bara best að maður geimi þetta allt með sjálfur sér og þannig að hvað með einmitt, að því að spyrja út í hreyfingu, mér langar að leiða þess að þessu, með einmitt að vera í svona intense hreyfingu og vera síðan kannski að fara í eitthvað burnout, finnur þú þá ekki stundum að líka með þinn segir, skilyrðingarnar í heilanum mínum segja, ég þarf að halda áfram að lifta, ég að vera stór, ég að vera sterkur, en líka minn að segja, gaur, þú verður að kunna hvíla þig. Já, ég náttúrulega komandi úr crossfitinu sem bara, það fáránlega extreme íþrótt, af því að þú ert að pusha það svo mikið. Og ég grínaðist með það á sínum tíma að bara, að þú veist, þeir sem að næðu lengst, þeir væru annarkvort pínu einhverfir eða bara hötuðu sjálfan sig. Þú veist, væru bara gjörsamlega bara masokistar, skilur. Og þetta var bara á tímabili, bara hver gat bara söffira mest, hver gat tekið bara mestan sársauka og hann komst bara ógeðslega langt. Og þá var hann bara kannski annarkvort mentally sterkur eða bara hreinlega eitthvað mentally að. Þú veist, það var bara eitthvað að. Þú átti ekki að geta gert þetta. Og ég var bara og það sem ég hélt á sínum tíma, ég var að
sagði alltaf bara, nei, þú veist, þetta er bara mín þerapía að fara á æfingu. Já, fara í 6 klukkutíma og vera bara að drepa þig. Nei, það var bara flótti. Það var ekki þerapía. Þannig að núna í dag finnst mér geðveikt að fara bara klukkutíma í örklass, pumpa aðeins, svíða aðeins í vöðvunum, skilur fyrir hans á hlaupaberti, svo er bara búinn. Bara, og ég lít nánast eins út. Það er það sem er svo áhugavert. Þú veist, ég ætla að taka það fram, ég er ekki nærri til eins góða formi. En ef þú vilt bara vera þokkalega heilsuhraustur og líta vel út, þá er þetta nóg. Þú veist það sem ég er að gera núna. Það þarf ekki að vera 40 tímar í viku eða eitthvað. Það kemur þessi spurning, hvað er að vera í formi og hvað er að vera heilsuhraustur? Og aftur, bara, hvað ert gamall? Ég er 37, var 38. Já, að þú veist, þá er það bara alveg sem að horfa á íþróttamenn. Á einhverjum punkti, þú veist, þetta er rosa gaman eins og með Ronaldo og einhverja sem eru næstu því bara, ég ætla bara að sigra father time hérna og ég ætla bara að vera í þessu á hæsta level endalaust, en á einhverjum punkti ert að eldast. Og það er náttúrulega margt sem bendir til þess að svona high level afregs íþrótta, sérstaklega kannski íþróttir eins og bara MMA, crossfit, eitthvað þar sem úr það æfa marga klukkutíma á dag. Þetta er ekki sama prógram eins og langlífis. Nei. Bara maður fer í bláu svæðin þar sem fólk verður elst og þá er það í léttri hreyfingu mjög mikið, kannski marga klukkutíma á dag í garðyrkju, í að labba, en þú ert ekki að setja þetta bilaða álag á líkamann og það, þú veist, þú getur verið í brjáluðu formi, en þetta er ekki, maður er að sletta svolítið hérna, sustainable, þú heldur þess ekki við langt fram eftir aldrei þú ætlar að vera nýðast á líkamannum, sko. Nei, þetta er náttúrulega bara svo, já, þetta talar að sletta, þetta er bara svo mikið intensity, þetta er eiginlega of mikið intensity til þess að geti, þú veist, þolað þetta yfir langan tíma. En ég verð bara að segja, þú veist, þessu Björgvin Karl sem er bara búin að vera toppnum á þessu í Íslandi bara forever, þú veist, og hann það er alveg ótrúlega, þú veist, það finnst mér sjúklega impressive, skilur við. Það er það. Af því hann er búin að vera svo solid í svo langan tíma og þú veist, við erum góði vinir og ég hugsa þetta með, nei, bara nú hlýtur hann að fara bara að brotna, skilur við, það hlýtur eitthvað að gerast. En hann er bara ótrúlega öflugur á þessu leitinu að hann næra að steina þetta, en vissulega kemur bara einhver tímapunktur þar sem bara, gerir þetta ekki lengur, ekki þessu leveli. En það er alltaf einhvern veginn að færast aftur og aftur, bara, þú veist, eins og hérna í tennisnum með Djokovic, þú veist, hann er jafnaldri minn. Þú veist, ég spila tennis sem krakki, ég byrjaði að tennis kannski kringu 98. Þú veist, hann var að byrja á svipuðu leiti, skilur, Djokovic, 90 kannski 5, 6, 7. Þú veist, hann er ennþá að keppa. Þú veist, ég er búinn að spila minn tennisferil, ég er búinn að klára hann og retæra og hætta og ég er með þess að byrja aftur sem gamall kall að spila í meistaraflokki. Þú veist, þarna auðlingaflokki. Hann er ennþá að keppa á hæsta leveli. Þú veist, bara topp 5 í heiminum. Já, þetta er náttúrulega það sem er orðið svo mikið öðruvísi, einmitt, frá þessum tíma er bara endurheimtin. Þú veist, að það er þessir, að því að ég nefndi Ronaldo, þú veist, það eru náttúrulega 2 íþróttamenn í heiminum í dag sem er í kannski 2 stærstu íþróttum í heimi. Djokovic er náttúrulega, einmitt, sem þú segir, bara fáránlegur, en Ronaldo og LeBron James er að brjóta öll viðmið. LeBron James er alveg stigahæsti leikmaður sögunar í NBA og þú veist, þó að mínum að ég er alveg upp í kynslóðuna þar sem að Jordan er bara minn maður, sko, að þá samt þegar kemur að bara aftur sem að sletti longevity, bara úthaldi, þá er þetta bara, en maðurinn er að eyða held ég $2 milljónum í líkamann á sér fyrir utan það sem að liðið hans er að gera, og Ronaldo eitthvað svipað, skilur, þetta eru kannski 150-200 milljónur á ári sem eru bara að fara í, sko, enga næringafræðingi minn, enga kokkin minn, enga, svo er allt sem að liða ekki beint fyrir hvert sem er að standa ekki alveg fyrir hvert sem er, sko, og svo náttúrulega veit ég ekki, maður veit svo mikið hvernig staðan er með, þú veist, bara það sem er kannski lög, getur náttúrulega ekki verið að taka inn ákveðna hlutir sem íþróttamaður, en þú veist, bara eins og stoppfrumu meðferðir og þú veist, þessi menn eru náttúrulega með aðgang að öllum bestu þeir eru bara með aðgang að færistu læknum í heimi, skilur, þannig að það er bara, ef þeir vilja eitthvað gerist, þá er það ekki bara gert og framkvæmt á réttan og örgan máta. Það verður fróðlegt að sjá einmitt hvernig þessi svona hæstu íþróttamenn núna, þeir virðast vera eldast að því maður hugsa, sko, í gamla daga eins og fótboltamenn, þeir voru ekkert að teygja að gera jóga, þeir eru bara stífir og bara ónýtir í mjöðmónum og en manni finnst þessi menni eins og Sala og Ronaldo, þeir virðast, eins og Ronaldo bara vertugur, hann virðist vera bara líka í ágætu langlífisprogrammi út af því það er svo verið að vinna svo mikið meir í coverið, sko. Rétt mataræði, kaldi pottar, nudd og allt þetta dót, sko. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvi.tryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.